Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Saari. Já, frú forseti, við verðum vitni hér að skemmtilegum ræðum í dag. Það er hiti í mönnum og væri óskandi að menn töluðu af eins mikilli tilfinningu oftar hér í þessum sal. Við í hreyfingunni okkur skólaði hér inn á þing vorið 2009. Við komum hér inn nýtt fólk eftir algert hrun stjórnmálanna og efnahagslífsins og áttum kannski von á því að það myndi skila sér einhver ný hugsun hér inn á þing eftir allar þær hörmungar sem á undan höfðu gengið. Við leituðum strax í upphafi eftir samstarfi við alla flokka á þingi, þar á meðal ríkisstjórnarflokkana, og við höfum aldrei skilgreint okkur í stjórnarandstöðu, heldur tekið afstöðu í málum eftir því sem okkur finnst viðeigandi. Það munum við einnig gera í þessu máli. Við höfum oftar en nöfnum tjá er að nefna, rétt fram sáttahönd og alltaf tekið þátt í þeim samráðsfundum sem við höfum verið boðuð á af hálfu ríkisstjórnarinnar. Því miður hefur allt það sem við höfum verið fram að færa á þeim fundum, því hefur öllu alltaf verið hafnað. Það hefur ekki verið mikið samráð nema að nafninu til. Ég vil þó nefna það að innan ráðherraliðs og þingmanna ríkisstjórnarflokkana er mjög margt hæft og velmeinandi fólk sem við höfum öll átt mjög gott og mikið samstarf við. Og það hefur verið ánægjulegt mjög oft að starfa með þessu fólki. Það er hins vegar forysta ríkisstjórnarinnar sem veldur hér vandræðum og gerir það að verkum að við erum föst í gömlum hjólförum afturhaldstímabils þar sem gamaldags meirihluta ofbeldis pólitík ræður ríkjum og það sést ekki upp úr hjólförunum. Við reyndum strax í gær þegar við fréttum af þessari vantrauststillögu að fá að leggja í staðinn fram vantrauststillögu á fjármálaráðherra hæstvirtan og forsætisráðherra hæstvirtan vegna þess að við teljum ekki endilega heppilegt að öll ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutin fari frá. Við teljum hins vegar að vandinn liggi hjá forystufólkinu. Okkur var tjáð að vegna þess að Ólafur Jóhannesson hefði skrifað í bók á 7. áratug síðustu aldar að þetta væri ekki hægt, að þá væri þetta þar með ekki hægt í dag. Þetta er dæmi þær gamaldags hefðir sem einhverjir menn settu sjálfum sér væntanlega til hagsbóta á sínum tíma sem ekki fæst ennþá breytt, og þess vegna sitjum við uppi með vinnulag hér á Alþingi sem er að mörgu leyti úrelt og hefur ekki tekist að breyta, og ekki bara í þessu atriði heldur fjölmörgum öðrum. Það hefur ekki verið mikill vilji til þess hér á Alþingi að reyna að breyta verklagi þingsins og hrista upp í þessum vinnubrögðum, og ég hef orðið fyrir miklum vonbrigðum með störfin hér á Alþingi. Hvað ríkisstjórnina varðar, þá er ekki hægt að draga það í efa að hún hefur brugðist á fjölmörgum sviðum. Hún hefur algjörlega brugðist í skuldavanda heimilanna. Hún hefur hafnað því að leiðrétta skuldir vegna gengisfalls krónunnar og verðbólguskots sem hefur fært tugi eða hundruði milljarða frá heimilunum til fjármálastofnana. Þrátt fyrir ítrekað samráð, oft og mörgum sinnum, og meira að segja á stóra sviðinu hérna upp í Þjóðmenningarhúsi, þá virðist sem að allt það samráð hafi verið fyrirfram skrifað leikrit, og sérstaklega þegar kom í ljós að það stóð ekki einu sinni til að taka nema lítinn hluta skulda heimilanna inn í myndina. Þetta samráð var eins og svo margt annað sem við höfum rekið okkur á vel skrifað leikrit með fyrirfram gefinni niðurstöðu. Icesave-málið er enn eitt dæmið mál sem hefur verið rekið á forsendum blekkingar forsætis- og fjármálaráðherra hæstvirtra. Strax í upphafi, fyrstu skrefum málsins, þegar hér var minnihlutastjórn með stuðningi Framsóknarflokksins, þar sem var búið að gefa loforð að þeir yrðu með á öllum stigum Icesave-málsins, var unnið bak við Framsóknarflokkinn og vinna hafin við Icesave þó að samt væri búið að lofa því að gera það ekki. Þegar fyrsti Icesave-samningurinn kom hér inn í þingið, stóð ekki til að birta hann þinginu einu sinni. Það var setið á honum dögum saman og það var ekki fyrr en að honum var lekið af konu sem átti sæti í hollensku sendinefndinni til íslenskra fjölmiðla að hæstvirtur fjármálaráðherra birti samninginn.
Í öllu því Icesave-ferli, hvort sem það var að ræða Icesave 1, 2 eða 3, þá hefur þessi ríkisstjórn ekki lagt sig fram við að gæta hagsmuna Íslendinga. Í þverpólitíska samstarfinu sumarið 2009 var eins og við væri að etja fulltrúa breskra og hollenskra stjórnvalda en ekki fulltrúa Samfylkingarinnar og Vinstri grænna. Sá samningur fór eins og hann fór og svo kom Icesave 2 og við vitum hvernig hann var keyrður hér í gegnum þingið og hvernig þjóðin hafnaði meðferð ríkisstjórnarinnar á þeim samningi. Síðan kom Icesave 3, það linnti ekki látum. Við vitum líka hvernig meðferð þess samnings var hér í þinginu. Það var gert skriflegt samkomulag rétt fyrir jólahlé þingsins milli þingflokksformanna og forseta Alþingis það að taka þetta mál inn í þingið og afgreiða það í samvinnu, í fjárlaganefnd til þess að koma því af stað. Það skriflega samkomulag var rofið 2 dögum síðar. Það eru þessi vinnubrögð sem hafa komið mér á óvart hér á Alþingi. Ég margítrekaði við þingflokksformenn og forseta Alþingis hvað væri hér í gangi en þeim ítrekunum var ekki einu sinni sinnt að svara. Í kjölfar þess samnings og þeirrar ákvörðunar forsetans að vísa honum til þjóðarinnar hófst hér enn á ný sá sami botnlausi hræðsluáróður og hótana ríkisstjórnarinnar, stjórnsýslunnar, samtaka atvinnulífsins, Alþýðusambands Íslands og hluta háskólasamfélagsins sem var keyrður upp í öfgakendustu mynd sem hægt er að hugsa sér, eingöngu til þess að ná fram vilja ríkisstjórnarinnar. Þetta eru bara stjórnmál sem að mér misbýður gróflega. Í framhaldi, þó ekki séu nú margir dagar liðnir, hefur ríkisstjórnin líka haldið illa á málum og skemmst að minnast greinar hæstvirts forsætisráðherra í Guardian þar sem að hún talar illilega af sér. Skuldir ríkissjóðs og stofnana ríkisins eru sennilega orðnar óviðráðanlegar og það mun á næsta þingi, næsta haust við fjárlagagerðina koma til að þau þurfa að hækka skatta enn meira og skera enn meira niður af innviðum samfélagsins. Það sem verst er þó að mínu mati er að þessari ríkisstjórn henni hefur mistekist að gera upp hrunið. Viðbrögð Alþingis við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis voru að ræða hana í 1 dag á Alþingi og loka rannsóknargögnunum niður í tunnu á Þjóðskjalasafninu í 40 ár. Það var skipuð nefnd alþingismanna til að skoða þátt Alþingis og ábyrgð ráðherra og því var alfarið hafnað að öllum tillögum að fá eitthvað utanaðkomandi álit á aðkomu Alþingis í hruninu. Það eru hér enn inni þingmenn og ráðherrar sem þáðu milljónir frá bönkunum og þeir sitja hér enn sem ráðherrar og þingmenn sem vissu yfirstandandi hrun en hafa ekki haft geð í sér til þess að yfirgefa þingið. Það er þetta sem er að hér á Alþingi í dag. Atkvæðagreiðslan 28. september ráðherraábyrgðina á landsdóm var síðasta tækifæri þessa Alþingi sem nú situr að ná sátt við þjóðina og gera upp hrunið. Því tækifæri var hafnað og 23 þingmenn greiddu atkvæði til þess að vernda félaga sína í hrunstjórninni. Utan nokkurra atriða sem að þingmannanefndin háttvirt lagði til sem var skipuð hefur Alþingi með stuðningi meirihlutans reynt að sópa hruninu undir teppið og uppfylla ósk varaformanns Sjálfstæðisflokksins háttvirts þingmanns Ólafar Nordal að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis myndi vonandi bara þvælast fyrir þinginu tímabundið. Það voru, frú forseti, miklar vonir bundnar við þessa ríkisstjórn. Ég batt miklar vonir við þessa ríkisstjórn á sínum tíma og ég fagnaði mjög úrslitum kosninganna vorið 2009 þegar ég sá hverjir höfðu hlotið meirihluta. Þær vonir byggðust á stefnuskrám þeirra flokka sem voru lagðar fram í aðdraganda kosninganna og þeim stjórnarsáttmála sem að síðar var svo gerður milli þessara flokka. Þar hafa því miður kosningaloforðin og stefnuskrárloforðin farið fyrir lítið. Öll kosningaloforð lýðræðisumbætur, svo sem þjóðaratkvæðagreiðslur og persónukjör, voru hjóm eitt. Fjármál stjórnmálaflokka fengu einhvers konar yfirklórs meðferð og eru enn undir orpin spillingu og grunsemdum. Það er af nógu að taka. Afstaða mín og okkar í þessari vantrauststillögu er ekki heldur byggð á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Við höfum alla tíð haldið því fram að það eigi að skilja á milli þjóðaratkvæðagreiðsluna annars vegar
og niðurstaðna þeirra og afstöðu manna til þeirra ríkisstjórnar sem situr hverju sinni. Afstaða okkar til þessara tillögu og afstaða mín er heldur ekki stuðningur við tillögu Bjarna Benediktssonar og Sjálfstæðisflokksins, síður en svo. Afstaða mín til þessara tillögu hún mun byggja á verkum og verkleysi þessara ríkisstjórnar. Hún er ekki andstaða við stjórnarflokkana og þingmenn þeirra, heldur fyrst og fremst afstaða til forystu ríkisstjórnarinnar. Frú forseti, Alþingi og stjórnmálastéttin á eftir að gera upp hrunið og Alþingi og stjórnmálastéttin ætlar sér ekki að gera upp hrunið. Hún ætlar að reyna að halda áfram í óbreyttri mynd eins og ekkert hafi í skorist og að minni hálfu er ekki hægt að horfa upp á slíkt. Ég hef lengi sagt að það taki allavega tvennar eða þrennar kosningar til að gera upp hrunið og koma þeim sem áttu sök á því og þeirri hugmyndafræði sem áttu sök á því frá völdum. Því fyrr sem það gerist, því betra, annars verður aldrei hægt að byrja upp á nýtt. Þar sem þessi ríkisstjórn hefur algjörlega brugðist í því máli og þar sem hún mun ekki gæta hagsmuna þjóðarinnar í Icesave-málinu með sannfærandi hætti, hún mun ekki laga alvarlega skuldastöðu heimilanna, hún mun ekki efla atvinnulífið, á það hefur þegar reynt með frumvörpum, hún mun ekki gera upp stjórnmálalega ábyrgð á hruninu. Vegna þessa þá styð ég það að þessi ríkisstjórn fari frá og að það verði boðað til kosninga. Ég tel að hún verði til meira ógagns en gagns næstu vikur, mánuði og ár. Hvað Sjálfstæðisflokkinn varðar hins vegar, þá tel ég hann engu betri en núverandi meirihluta og jafnvel verri ef eitthvað er. Sjálfstæðismenn og Sjálfstæðisflokkurinn er ekki stjórntækur og munu leiða samfélagið aftur til glötunar undir núverandi forystu og með núverandi þingliði utan örfárra þingmanna sem skynja stöðuna rétt. Ég treysti hins vegar þjóðinni til að velja rétt í næstu kosningum og hún mun ekki kjósa Sjálfstæðisflokkinn aftur til valda í stað núverandi stjórnarflokka. Og hún mun ekki heldur vera hrædd við að kjósa nýtt fólk og ný framboð sem munu koma fram og staðfesta það vonandi endanlega að tími fjórflokksins er liðinn. Frú forseti, þessi ríkisstjórn sem verið hefur hér svo lengi og gert svo lítið, hún þarf að fara frá. Almennir flokksmenn stjórnmálaflokkana þurfa að fá tækifæri til að endurmeta forystufólk sitt og þingmenn sína. Almenningur í landinu þarf að fá tækifæri til þess að velja sér nýja fulltrúa á Alþingi og til að ákveða hvort að tími núverandi stjórnmálaflokka sem verið hafa hér svo lengi og gert svo lítið sé liðinn. Ég styð það að því fyrr sem að slíkt gerist, því betra sé það fyrir alla landsmenn. Ég styð það að þessi ríkisstjórn fari frá og þessi vantrauststillaga verði samþykkt og ég styð það að það verði hér kosningar sem fyrst.